Komið sæl, þessi fallega tunglmynd var tekin af mótistungli NASA í dag og við sjáum að það er snjóhula mjög víða á norðan og austanverðu landinu enda búið að vera svalt í veðri. Það var bjart og fallegt veður á sunnan og vestanverðu landinu líka og eins auðvitað hér norðan til það sem við sjáum í snjóin en þó var svona þunn skýjaslæða, háskýjaslæða yfir landinu. Við sjáum svolítið skúraskýjum hérna með suðausturströndinni en það var nú ekki mikið úrkomu í dag. En á yfirlitskortinu sjáum við þessa djúpu lægð sem er á leiðinni yfir Bretlandseyjar. Það er búið að vara við vindi og líka úrkomu til dæmis á Írlandi en við erum hérna í hægri austanátt og blíðskaparveðri má segja. Það má búast við kannski lítilsháttar éljum eða skúrum við austurströndina á morgun og síðan er ekkert að frétta raunverulega af veðri fyrir mögulega á mánudag þegar gæti myndast þetta litla lægðadrag við vesturströndina sem kemur þá kannski með einhverja slyddu eða jafnvel snjókomu inn á vestanvert landið. En af því að lægðirnar eru allar suður af landinu þá erum við hér í kulda, má segja, alla næstu daga. Loftið yfir landinu er af þessum svona uppruna úr norðri og sækir hér til suðurs bæði yfir Ísland og Grænland og svo einnig yfir Skandinavíu og það hefur kólnað mikið víða í Evrópu undanfarið. En við sjáum á skýjahulusspánni að það er nú svona yfirleitt bjartviðri sérstaklega inn til landsins og því útlit fyrir að það verði talsvert frost að nóttu til næstu daga en það er skýjað við ströndina og heldur mildara veður. Hitinn ber þess merki þar sem það verður líklega hiti rétt yfir frostmarki við sjávarsíðuna bæði á morgun og sunnudag en frost inn til landsins. Í fyrramálið þá er útlit fyrir þessa hægu austanátt og svona verði frekar skýjað við suðaustur og austurströndina, smá skúrir eða éljarloft þar sérstaklega í fyrramálið en síðan er útlit fyrir að það dragi úr þessari úrkomu, bjart og fallegt veður víðast hvar annars staðar á landinu og hitinn svona 0 til 5 stig þegar best lætur. Síðdegis á morgun og þá hefur nú líklega dregið að mestu leyti úr ofankomunni á austanverðu landinu og útlit fyrir bjartviðri víðast hvar en eins og ég segi þá þýðir þetta að það er mikil útgeislun yfir nóttina og sem veldur því að það verður talsvert frost víða á landinu aðra nótt og á sunnudagsmorgun. En á sunnudagina þá er áfram þessi austlæga átt, það má búast við því að það hvessi kannski smám saman við suðurströndina eða sérstaklega á miðunum suður af landinu en yfir landinu sjálfu verður þetta nú bara svona 5 til 10 metrar á sekundu. Það er líka smá strengur þarna með norðurströndinni en hann virðist ekki alltaf ganga neitt inn á land. Á mánudag er útlit fyrir lítilsháttar lægðadrag á Grænlandssundi. Það gæti gengið hér til austurs að vesturströndinni og það ber þá líklega með sér eitthvað lítilsháttar éljaloft eða slydduél en við skoðum það betur þegar það dregur nær mánudeginum. Það er þó útlit fyrir að hitinn verði rétt frostmarkan, líklega frost í innsveitum. En á þriðjudag er síðan útlit fyrir lægðardrag og skil hér með suðvesturströndinni afsakið. Það verður þá þessi suðaustanátt og hún verður smám saman vaxandi en það verður kalt og hægviðri á norðan og austanverðu landinu ef að þetta gengur eftir. En ef við bregðum okkur aðeins til Skandinavíu og síðan meginlands Evrópu þá sjáum við að það er mikil lægð þarna yfir Bretlandseyjum og fremur svalt í Skandinavíu. Eftir því sem að sunnar dregur og þá eru hitatölunar nú heldur hærri en þó þannig að þetta er orðið ansi vetrarlegt að litast jafnvel alla leið suður á Ítalíu en eftir því sem förum síðan til vesturs aftur til Spánar og Portúgal að þá sjáum við að þar er orðið nokkuð skýjað og hitastigið farið að falla en á Kanaríeyjum er áfram útlit fyrir sól og hita yfir 20 gráðum. Það er búið að vera mjög kalt víða í Bandaríkjunum og Kanada. Kalt með við árstíma og sums staðar hafa fallið kuldamett fyrir þennan árstíma en það er ennþá hlýtt í bæði Suðurríkjunum og eins í sunnanverðri Kaliforníu. Það er ennþá eldástand og eldhætta allvíða. En hjá okkur er útlit fyrir svona hæga austlæga átt víðast hvar á morgun, smá væta, ýmist slydduél eða él á Austfjörðum og slydda eða rigning á Suðausturlandi í fyrramálið en bjartviðri annars staðar og svo styttir upp austan til þegar líða tekur á daginn. Verið sæl.